Komið sæl. Í þessu myndbandi ætla ég í raun að bara rifja eitt atriði upp með ykkur. Og það er hvernig við breytum lotubundnu broti, tugabroti, yfir í almennt brot. Og það var reyndar gert í tíma 3, þegar við vorum í bók nr. 5 og í kafla 2 þar. Þannig að ef ykkur finnst ég fara hratt yfir núna, þá mæli ég með að þið rifið upp þetta myndband. Það er að segja þetta myndband hér. En ein leið sem hægt er að fara er að við tökum brotið sem við ætlum að skrá sem almennt brot, tugabrotið. Við byrjum að skrifa x er jafnt og svo kemur tugabrotið. Í þessu tilviki x er jafnt og 0,393939 og svo framvegis. Og það sem við gerum næst er að skoða hver er lengd lotunar. Í þessu tilviki er hún 2 og þá ætla ég að margfalda þessa jöfnu með 100 báðum megin. Það eru 2 0 í 100 og lengd lotunar er 2. Annars ef lengdin hefði verið 3 þá hefði ég margfaldað með 1000. En hér er ég komin þá með aðra jöfnu. Eftir að ég er búin að margfalda með 100 báðum megin. 100x er jafnt og 39,393939. Trikkið er síðan að finna mismunin á þessum tveimur jöfnum. Þessari jöfnu hér sem er eftir að ég margfalda með 100 og því sem ég byrjaði með í upphæði. Hérna. Með því að finna mismunin þá fæ ég að 99x er jafnt og 39 og þegar ég einangra x hérna deili með 99 báðum megin svona og þá er ég komið með almennt brot sem er brotið 39.909 og það er hægt að stytta niður í 13.33 og það er einmitt almennt brot sem er jafngilt 0,393939 endalaust. En þeir sem ætla að reyna við dæmið sem er merkt með laufi í áætlun hjá okkur, sem C-liðurinn í dæmi 13, þeir með að halda áfram en hinir með að slökkva á myndbandinu hér því það er ekkert meira sem ég ætla að sýna ykkur. En þeir sem ætla í þetta dæmi, ég ætla að gefa ykkur smá vísbendingu. Hér getum við ekki alveg farið sömu leið og ég var að sýna á síðustu glæru. Tvennt sem við þurfum að spá í kannski er þessi tvistur hér, að við breytum í raun því sem er fyrir aftan kommuna. Það er það sem við höfum áhuga á og notum til að breyta í almennt brot. Þegar við erum búin að því, þá getum við skrifað bara 2 heilir og svo broti sem við fáum út. Hérna. Þannig að við þurfum ekkert að vera að spá innan tvist fremst. Við gæti verið með þetta hérna 0,4222 og svo framvegis. Og þá er þetta að fara að líkast meira því sem ég var með á síðustu glæru. En gallinn hér er að lotan kemur ekki beint á eftir kommunni eins og áðan. Þannig að ég græðir henni ekkert á því að setja x er jafnt og 0,4222 og svo framvegis. Eitt trikk sem ég ætla að sýna ykkur hérna og svo haldið þið áfram að klára dæmi sjálf er að í staðinn fyrir að byrja með x er jafnt og þetta brot hérna þá ætla ég að byrja með 10x er jafnt og 4,222 og svo framvegis. Þannig að þessi leiðið er búið með þetta og þá er ég komið með lotuna beint fyrir aftan kommuna. Síðan í framhaldinu þurfið þið að ákveða hvað ætla að gera næst, hver er lotan eða lengd lotunar og með hverju viljið þið margfalda þessa jöfnu hér. En notið síðan þá jöfnuna hérna 10x og síðan eitthvað sem þið ætlaði að fá út og finnum mismun á því til að klára dæmið. En ég ætla ekki að segja ykkur meira í bili, þetta var bara til að koma ykkur á stað og gangi ykkur vel með framhaldið.